Íbúar Reykjanesbæjar flykktust á HS Orkuvöll Keflvíkinga í dag á ljósanóttinni en þá fór fram leikur sem gengur undir nafninu El Clásico. En þegar körfuboltalið félagsins mætast þetta nafnið. Því ekki að skýra á þennan fótboltaleik því nafni líka. Veðurguðirnir ákveða að vera með íbúum Reykjanesbæjar í liði. Sólin skein á meðan leiknum stóð en skömmu fyrir leik ákveða þeir að bleyta völlin ærlega. Stuðningssveitir beggja liða með trommuleikarana Jói Drömmi fyrir Keflavík og Jóhann Víðisson fyrir Njarðvík héldu góðum takti allan tíman og Keflvíkingar ákváðu greinilega að tjalda öllu til í umgjörð leiksins. Því sjálfur meistarakokkurinn á réttinum, Magnús Þórisson, sá grillborgarana og var með góðsögnina Gunnar Oddsson sér til hals og tröss. Víkufréttir mættu á sjálfsögðu leikinn og voru tekin viðtöl við þjálfara og fyrirliða liðana að leik loknum. Halli, ég væntanlega ljóst í þínum huga, hver er stóri bróðurinn í Reykjanesbæ eftir þennan leik? Já, þú getur sagt að bærinn sé blár, hörkuleikur, fullt af fólki, gott viður og bara frábær skemmtun held ég. Njarðvík byrjaði þennan leik töluvert sterkari við og voru svona með yfirhöndinni í fyrri hálfleik en við fórum inn í hálfleikinn og skoðum okkar mál og komum mjög vel stemmdir undir seinni hálfleikinn. Já, hvað það sem þú breytir? Því sem þú segir, Njarðvík var betri, þeir voru svo sem ekkert að skapa mikið en þeir voru betri aðilinn. En eitthvað upplegg í... Nei, við breytum svo sem ekkert miklu þannig, við bara aðeins svona taktist að bara vera aðeins nær þeim og pressa og reyna að loka það á aðra hlið, ekki hleypa þeim bara fram og tilbaka. Þeir voru svolítið að spila svolítið í fyrri hálfleik frá hægri til vinstri og fundið opnar hérna, við náðum svona að tvíka pressunni og loka því og svona það var gegn tölvöld betri seinni hálfleik en bara hörkuleikur og kærkomið 3 stig. Já, það hlýtur að vera mjög sætt að vinna á ljósanóttinni, geta verið með montréttin allavega til þess að byrja með og allt það ekki. Já, og bara ekki spurning, það er bara stór munur á því að vinna og tapa, við getum borið höfuðið hátt og á ljósanótt í kvöld en samanskapið þurfum náttúrulega að halda áfram, það er einn leikur eftir mótinu og við erum ennþá í séns eins og staðan tölfræðilega. En skrítin úrslit, HK vinnur Þrótt, ÍR tapar fyrir Grindavík, þannig að þú ert 3 stigum á eftir þessum 2 liðum. Hvernig líst þér á lokaumferðina? Já, hún verður bara spennandi. Selfoss tapar, þannig þeir eru komnir í fallsæti. Já, en aftur þetta bara, þetta bara snýst okkur, við þurfum að vinna okkar leik og sjá svo hvernig hinn úrslitin fara, en það er eina sem við getum gert stöðum. Já, nákvæmlega. Og hvernig verður kvöldið? Ætlar að leyfa mönnum að fagna þessu ærlega? Já, menn gera bara sem við vilja. Ég fari nú bara í bæ með fjölskyldunni, sko. Já, nákvæmlega. Til lukku með þetta. Takk. Gunnar, eftir fyrri hálfleikinn þá hlýtur að vera bara dálítið vonsvikinn með niðurstöðunni í þessum leik, eða ekki? Jú, mjög sko. Og líka bara, eins og segir, við bara var náttúrulega 1 lið inn á vellinum í fyrri hálfleik og svona maður sá það að það var mikið undir á báðum liðum. Leikurinn var einhvern veginn þannig og það var svona, menn voru svona ekki kannski alveg 100% í öllum aksjónum sko, fannst mér sko. Þannig að maður fann að menn voru svona aðeins kannski taugasett, ekki bara við heldur líka þeir sko. Hefði verið ljúft að fá markinn í fyrri hálfleik í þessum momenti sem við vorum algjörlega yfirspilað og Þeir náðu ekkert að skapa ykkur svo sem. Nei, við fáum nokkur sem voru nálægt þessu en það svona vantaði þetta síðasta, við tölum það að við þurfum að klára þetta síðasta og halda áfram ekki sem við gera og mér fannst við gera það bara vel eiginlega allan leikinn, það bara vantaði svona einhvern veginn síðasta endanútin á þetta í dag og þeir skora 2 mörk, mjög svona einhvern veginn billig fannst mér sko og og mörk breyta leikjum og það bara þannig og þá fá þeir momentum með og að þeir hafa síðan náðu þessu öðru marki gera þetta erfiðara fyrir okkur en mér fannst við aldrei gefast upp, mér fannst við aldrei leggja einhver árar í bát og við reyndum eins og við gátum og náðum svo að skora markinn í lokin en það var bara seint. Einmitt í seinni hálfleik, ég byrjaði fyrir aftan í ykkar mark allavega svona ef eitthvað myndi gerast og ég svona, hann er bara ekkert í gangi en ég lappaði þá hinum megin og þá komu mörkin einhvern veginn upp úr engu. Ég sá þar ætla liðinu virkilega að bjóða upp á eitthvað steindautt 0-0 jafntefli og þessum fallega degi. Þannig að markið kemur svona upp úr engu einhvern veginn og svo segir mörk breyta leikinn. Það er bara nákvæmlega þannig. Þetta var bara þetta var lúkka einhvern veginn þannig að fyrsta markið í þessum leik myndi breyta miklu og það gerði það. Þeir skoruðu það því miður og það var til þess að þeir eru aðeins ofan á og fá svo annað markið og það er kannski, ég sá nú ekki alveg hvað gerðist þarna sko en það er svona, það er þungt og þetta er ótrúlega erfitt að kyngja þessu, við segjum alveg svo en svona er boltinn víst og það er bara áfram gakt. Og ekki bara frekar súrt geta þeir sagst vera stóri bróðurinn í dag?
Jú, núna í dag þá geta það gert það. Við gerum það í sumar, fyrir sumar, en þeir fá að gera núna. En einu umferð eftir og hvernig líst það? Núna mann Þór voru lendir undir móti Fjölni, en þeir eru komnir í efsta sætið. HK tók Þrótt, þannig að þið eruð í þriðja held ég. Hvernig leggst loka? Já, bara og þessi leikur í dag hérna, við bara þurfum að vinna okkar leiki og við þurfum ekkert að pæla hvað hinn eru að gera. Og Grindavík vann ÍR, þannig að þú hefur kannski ekkert stórar áhyggjur af þeim leik eða hvað? Nei, ég hef enga áhyggjur af því sko. Ég er nú bara að hugsa okkur og það sem við erum að gera. Ég átti við á móti Grindavík í lokaleiknum. Já, nei, ég pæli bara í okkur. Það er eins og ég geri. Nákvæmlega. Og bara því miður, þá náðum við ekki að klára þetta í dag og hérna, þó sem við vilja og við reyndum, en bara því miður, þá gekk ekki upp og það er eins og það er. Já, takk fyrir. Sem við eitthvað. Frans, þannig að Montirétturinn er ykkar í dag. Eru þið stóri bróðurinn í Reykjanesbæ í dag? Já, segjum það bara. Þetta er bara, við erum bara sáttið með góða framistöðu í seinni hálfleik. Mér fannst allan að vera lélegir í fyrri hálfleik, en bara sýndum okkar rétta andliti í seinni hálfleik. Hvernig skýrir munin? Njarðvík var betri aðili, þeir voru svo sem ekkert að skapa mikið. En var hárþurrka frá Hall eða hvað gerðist í hálfleik? Nei, það var bara sameiginleg ákvörðun að við þurftum að gera aðeins betur í seinni hálfleik og mætum bara með meiri krafti og fáum bara inn, við erum með sterka menn sem kom inn á bekknum og kannski mögulega líka muninu þar, breytin á okkur er góð, en bara við erum sáttið með framstöðunum seinni hálfleik. En svona fram að markinu, það leit nú allt út fyrir þetta ætlaði að bara verða steindaut jafntefli. En svo bara hvað, þið bara fáið séns og bara mörg breyta leikjum eða ekki? Jú, ég myndi alveg segja það. Þetta var svo sem ekkert mikið að frétta. Þetta var bara einn langur bolti fram fyrirgjöf og mark. Þetta var svona svolítið lokaður leikur fram að því. Svona bæði leið einhvern veginn að þreifa fyrir sér. Njarðvík meira með boltan sem var ekkert sérstaklega skemmtilegt hann í byrjuleik. En ég er bara, eins og segja, ánægður með kraftin í okkur í seinni hálfleik. Og hvernig svona leggst loka umferðin í því? HK vinnur Þrótt, Grindavík kemur óvart og vinnur ÍR, þannig að og það er markatalinu svipuð. Hvernig leggst loka umferðin í því? Þetta er bara áfram spenna í þessu. Það er skemmtilegt fyrir svona hinn almenna áhorfenda. Við þurfum bara að fara á Selfoss næst og sýna svipaða frammistöðu, gera menn í seinni hálfleik, vera aggressífir og koma boltanum nokkur sinnum í marki. En Selfoss tapar, þannig að þeir eru held í komnir í fallsæti, þannig að þeir eru að fara að mæta dýrvillusir, þannig að þetta verður eitthvað í lokaumferðinni. Þetta verður heldur spennandi. Það er bara skemmtilegt partí framöndan. Frábært, takk. Takk fyrir. Tómas, ég er nú svo sem ekkert með betri spurningu til þín heldur en Gunnars, en svona eftir að þið eru búin að vera bara betri aðilinn í fyrri hálfleik, á þess að skapa svo sem mikið. Er þetta ekki bara dálítið svekkjandi úrslit þá? Jú, þetta er bara eins og þú segir, mjög svekkjandi og hérna, þú sér það bara inn í klefa. Við erum bara mjög sárir sko og svekktir. Aðalega bara út í okkur sjálfa, við hefum bara getað gert þetta aðeins betur, sérstaklega á síðasta þriðjungi. Við hefum getað bara tekið betri ákvarðanir og klára leikinn fannst mér eins og í fyrri hálfleik, klára færin, gera þetta aðeins betur, en hérna, já. Hvað svona segir Gunnar við ykkur núna eftir leik? Bara, þú veist, svekkjandi og hérna, þetta er engum öðrum að kenna en okkur sjálfum sko. Við ef við höfum unnið inn að leik þá erum við á toppnum og hérna, við bara náðum ekki að gera það í dag en við hérna, börðumst eins og lið og við reyndum okkar allra besta, það bara gekk ekki alveg í dag. Er eitthvað í ykkur, þú veist nú, er náttúrulega þessi leikur, þetta er lið hérðan og talaði með Montrett og allt þetta. Hvað breytir það í raun engumáli? Er það bara það að tapa leiknum og þú veist sama fyrir hvernig þið voru að tapa? Já, fyrir mér skiptir þetta engumáli sko. Þetta er bara, þú veist, við unnum á síðast og áttum að monta okkur þá. Nei, við gerum það ekki og hérna, þú veist, það er bara eins og það er. Þetta er bara eins og hver annar leikur og alltaf leiðilegt að tapa og það er bara eins og það er. Já. Og úrslitin í dag eru mjög skrítið, HK vinnur Þrótt, Þórsarar rétt ná að vinna Fjölni í lokin, þannig að Þór er komin á toppinn. Þróttur, svo þið og þetta verður eitthvað í loka umferðinni ekki? Hvernig leggst hún í því? Jú, hún leggst bara mjög vel í mig. Þetta verður bara þetta fram í endan sko og hérna við þurfum bara að klára okkar leik og hérna sjá til hvað setur sko. Já, og þið viljið þetta bara vinna þessa deild en þið eru allavega öruggir í umspilið þannig að þið er kannski ekkert að pæli því núna? Nei, við ætlum bara að vinna okkar leik og hérna og við sjáum bara hvað setur. Já. Hvernig ætlið þið þið náttúrulega hafið ekki miklu að fagna, hvernig munið þið taka þessa ljósanótt í kvöld? Sko ég
viðurkenni það, ég er Kópavogsbúi og ég er ekki mikið hérna fyrir þessa ljósanótt, en þetta er örugglega algjör veisla en hérna þetta verður ekki gaman í okkur, það er alveg klart. En bara frá gakið ekki. Jú, það þýðir ekkert annað. Frábært, takk. Takk fyrir.